Góðan daginn og velkomin á hádegisfyrirlestur Þjóðminjasafns Íslands. Í dag ætlar Gróa Finnsdóttir, bókasafns- og upplýsingafræðingur, að segja okkur frá sérfræðisöfnum og bókasafnið Þjóðminjasafns Íslands. Gjörðu svo vel, Gróa. Góðan blessu og sæl og líka þið sem heimasitið. Það er gaman að geta tala líka til þeirra. En þú verið innilega velkomin. Ég sem sagt Gróa Finnsdóttir. Ég ekki sú sem hana á glærunum samt. Ekki náð því að það. En ég hef notið þeirri forréttinda að hafa starfað hérna við bókasafnið í núna rétt 33 ár. Og það ekki seinna vænna en að ég fara að segja ykkur aðeins frá þessu merkilega bókasafni. En ég hef hug á að leita hérna fyrst til fortíðar og skoða uppruna bókasafna yfir höfuð. Að vinum skuliði mannir þekkja stendur einhvers staðar skrifað og fyrir nokkru heyrði ég viðtal við Gabriel García Márquez, rithöfund, þar sem hann sagði eitthvað svipað orðin. Þú getur dæmt orðin eftir þeim félagsskap sem þau velja sér. Þegar svo þessi góði félagsskapur orða myndar setningar, kafla og bækur, margar bækur, verður til fyrirbærið safn bóka, bókasafn, biblíótek, library. Frá upphafi ritmenningar hafa bókasafn verið til af öllum gerðum og stærðum, bæði góð og slæm, ægifögur og jafnvel illa heyrst náttúrulega. Jafnframt hefur fólk haft tilhneigingu til að safnast saman þar sem bækur safnast saman. Því hvernig sem bókasafn eru á sig komin, skapa þau jafnan kitlandi vellíðunartilfinningu. Sú tilfinning er bæði andleg og einnig líkamleg. Tilfinning sem nærist á þeirri vitneskju að fyrir fótum okkar liggi sú þekking sem auðgar okkur og styrkir og svalar þannig óskilgreindum skilningarþorsta okkar. Því vonandi eru við enn að minnsta kosti knúin þeirri innri þörf mannsandans að vera forvitin og vilja skilja og vita meira. Líkja má þessari innri þörf eða tilfinningu við það þegar ávextir gjöful sumars bíða tínslu. Það er gott að vita að þeir eru fyrir hendi, það á aðeins eftir að uppgötva bragð þeirra og þá vitneskju sem unað sem slíkt bragð færir okkur. Þessi þekkingadrifkraftur hefur þó verið misjafn og ákvarðast af þeim aðstæðum sem manneskjan hefur fundið sig í hverju sinni. Margir hafa hallast að þeirri skoðun að mannsandinn sé virkastur í kringumstæðum þar sem neyð ríkir og rekur fólk til aðgerða, eins og þegar frummaðurinn hefur orðið að finna sér ráð til að lifa af meðal villidýra í harðri náttúru. Mörg skáld hafa einnig búið við erfiðar aðstæður þegar þau sömdu sín stórbrotnustu verk, eins og til dæmis Dostojevskí. Þessi skoðun skal láta liggja milli hluta hér, en því ekki neitað að velmögunar samfélag okkar í dag virðist spegla tilhneigingu til ákveðinna leti í hugsun þar sem fólk vill stöðugt láta mata sig á flestum hlutum í stað þess að rannsaka og uppgötva sjálft. En hvernig getum við sem vinnum á söfnum og bókasöfnum haft áhrif á þessa þróun? Ráðum við yfir einhverju undratæki til að fá fólk og þá ekki bara útvalda fræðimenn, heldur allan almenning til að njóta þeirra gleði sem virk sköpun veitir, til að sjá fegurð og samræmi hlutana og vekja fólki í forvitni og til að undrast og þora að hafa skoðun. Ráðum við einhverju hér Kannski er hér best að leita til upphafsins. Okkur nútíma manneskjum kemur við sú staðreynd og óvart að í fornöld voru til glæsileg bókasafn sem hinn forni vísindaheimur lagði metnað sinn í að varðveita og auðga. Menningarþjóðir þess tíma litu á bókasafnin sem mikilvægan hlekk í menningarvarðveislu þeirra, þekkingu og vísindaþróun. Þá eins og nú var litið á bókasafni sem stað þar sem fólk gat komið saman til að skiptast á hugmyndum og miðla þekkingu, gera rannsóknir
og þá sem nú unna bókasöfnum bókaverðir sem voru sérfræðingar í mörgum mismunandi fræðigreinum. Sú þekking miðaðist einnig við það að varðveita þessa dýrgripi ritaðs máls, ofta svo kallaða pappírsrollur en einnig vaxtöflur. Allt þetta var oftast bara til í einu eintaki og þau gífurlegu verðmæti sem þarna voru varðveitt. Og hér sjáum þið til dæmis, þetta er náttúrulega margstólið af vefnum, það er hérna uppskrift frá því rétt eftir Kristi, mann og ekki alveg nákvæmlega, ég skrifaði ekki niður hjá mér, en það sem er eiginlega athyglisvert hérna, það er hérna vegakort, paved road Rómaveldi. Þeir gáfu þetta út á pappírsrolli. Og svo sjáum við hérna líka vaxtöflurnar. Þarna sem er í horninu lengst til hægri niðri, þetta eru, ég held, 9 kvíður Ódysseifs, úr Ódysseifs kvíðu. Í Celsius bókasafninu voru varðveittar 12.000 bókrollur í sérstökum grópum í veggjunum en að baki þeirra var holrými sem loft lék Ég ruglaðist hérna aðeins afsakið í röðinni hérna á þessu. Já, nú ætti ég að koma með þetta. Bókasöfn eru því engan veginn ný af nálinni og trúlega er bókasafnið í Alexandríu meðal þekktustu bókasafna fornaldarinnar. Það var geysistórt en eyðilagðist í eldi árið 47 fyrir Krist, sumir segja fyrir slysni, en hefur verið margendurreist síðast 2002. Og hér sjáum við það. Jafnvel í Timbuktu í Mali hafa menn í seinni tíð uppgötvað mjög verðmæt bókasöfn handrita frá fyrstu öldum eftir Krist. Þeim var dreift í ýmsar byggingar þar til varðveislu, aðallega til að forða þeim frá ræningjum. Árið 1972 heimsótti ég svo hina fornu borg Grikkja í Litlu Asíu, Efesus, í núverandi Tyrklandi. Þá var nýlega hafið mjög yfirgripsmikið forvörsluverkefni í borginni í heild sinni á vegum ýmissa alþjóðasamtaka undir forystu UNESCO. Þá kom ég að rústabrotum af hinu fræga Celsius bókasafni sem reist var í kringum 120 og var þá meðal stærstu í heiminum. 25 árum síðar kom ég svo aftur til Efesus. Þá var búið að endurreisa bókasafnið úr þeim brotum sem til voru samkvæmt bestu þekkingu fornleifafræðinga og forvarða. Umskiptin voru ótrúleg og auðvelt var að fylla slottningu yfir krafti, fegurð og þekkingu mannsandans á þessum tíma. Bókasafnið var 2 hæðir með glæsilegum korinþískum súlum á framhliðinni og er talið ein fegursta byggingin í Efesus sem tekist hefur að endurreisa. Við innganginn var það styttur af gyðjum visku, þekkingar, hugsunar og dygðar, en frummyndir þeirra eru varðveittar í safni í Vínaborg. Í Celsius bókasafninu voru varðveittar 20.000 bókrollur í sérstökum grópum í veggjunum og að baki þeirra var holrými sem loft lék til að koma í veg fyrir rakaskemmdir. Að framan var svo grópunu lokað með tréverki sem færðu gestum greiðan aðgang að bókrollunum. Árið 262 gerðu Gotar árás á Efesus og brann þá allt tréverk bókasafnsins ásamt öllum handritunum, en á 10. öld mun þó alvarlegasta eyðilegging bókasafnsins hafa orðið mikill jarðskjálftareiði við þetta svæði. Skulum vona að það verði ekki örleg bókasafn á Íslandi, það gerist. Ná, það skoða kannski aftur.
Það sýnir ykkur hérna líka aðeins, það sést betur hérna myndin sem svona tilgáttu mynd á safninu í Alexandríu. Það sést vel hérna bókarollunar og hvernig lofti gat leikið þær, bæði framan og aftan. Þessi ferð mín til Efesus og í Celsus bókasafni bara eitt dæmi það hverju slík ferð fæ áorkað og má heimfæra hann upp á aðrar heimsóknir fólks á söfn og við líka stofnanir. Við segja má að takist okkur að fá almenning til safnaiðkana fáum við áorkað heilmiklu í þá veru að fá fólk til að uppgötva, skapa og gleðjast. Forvitni þess og undrun vakin ásamt kitlandi spennunni sem fylgir því að fá að vita meira, að vita tilvist dýpri þekkingar sem býður enn frekari rannsókna. Orðið músjón safn var upphaflega notað yfir hof þar sem hinar forngrísku menntagyðjur músurnar voru tilbeðnar. Hér má sjá 2 þeirra, það voru alls 9, það Kallíóp og Klíó sem báðar eru hér niðursoknar í lestur, vaxtöflu og bókrollu sem voru reyndar einkennistákn þeirra. Síðar var orðið músjón notað yfir bókasöfn og menntastofnanir meðal forngríkja, þar sem iðku voru vísindi og listir en oft einnig líkamsrækt og böð. Músjón, gymnasium, söfn og íþróttahús voru því oft nátengd því Grikkir lögðu áherslu á heilbrigða sál í hraustum líkama, samfylgd varðveislu og varðveislu sálar og líkama. Kannski orðið varðveisla lykilorðið hér því öllum söfnum ber að safna, varðveita og síðan miðla því sem safnað og varðveitt. Allt frá upphafi mannkyns hefur manneskjan verið safnari. Fyrir utan matarforða hefur hún safnað athyglisverðum og fögrum hlutum sem á vegi hennar hafa orðið og leið og börn fara að bera fyrir sig hendur fara þau að safna því sem vekur þeim forvitni og tilfinningu fyrir einu sjaldgæfa og fagra. Söfn af ýmsum toga hafi því lengi fylgt manneskjunni og í kjölfarið fór hún svo að sýna þessa safngripi, söfn og múseum eru til. Fyrst voru þau gerð fyrir valda þegna samfélagsins til að tilstuðlan þjóðarleiðtoga eða trúara samfélaga. Leið og söfnun urðu jafnframt rannsóknarstofnanir, bókasöfn og fræðasetur. Sérstaklega blómstruðu þessar stofnanir sem rannsóknarmiðstöðvar á miðöldum undir verndarvegg kirkjunnar. Í kjölfar landafundana á miðöldum og fram á 18. öld þar sem landkönnuður komu heim með hluti og heimildir frá henni fjarlægari og frumstæðari löndum samkvæmt evrópskum mælikvarða varð síðan bylting í safnaheiminum. Almenningur átti þó ekki greiðan aðgang á þessum söfnum í byrjun og það var ekki fyrir en 1683 sem The Ashmolean Museum í Oxford var opnaði sína dyr fyrir almenningi samhliða því sem það notaði orðið museum safn yfir starfsemi sína. Rúmri öld síðar, 1793, opnaði svo Louvre í París með það meginmarkmið í huga að veita fólki aðgang á gripum sínum og uppfræða og mennta almenning á hinni miklu upplýsingaöld. Á 19. öldinni var mikil útþensla í safnaheiminum og urmull safna náði að festa sig í sessi beggja vegna Atlansála. Menntunar og fræðslu hlutverk þeirra varð jafn áberandi og urðu bókasöfn brátt sjálfsagður hluti á söfnunum. Á Íslandi var þar engin undantekning á, því allt frá stofnun Þjóðminjasafn Íslendinga árið 1863 var til vísir að bókasafni sem síðan hefur náð að þróast og vaxa. Að öðrum ólöstuðum ber að nefna framsýni hins þekkta safnara Matthíasar Þórðarsonar, fyrsta þjóðminjavarðar Íslands, sem auk safngripanna sjálfra safnaði bókum og hvers kyns rannsóknargögnum sem varðaði starfsemi Þjóðminjasafnsins frá upphafi. Þessi viðleitni hafa allir þjóðminjaverðir okkar viðhaldið alla götu síðan. Það var samt fyrst upp úr 1980 sem bókavörður var ráðinn til safnsins í fjórðungshlutastarf, mér sagt. En það hafði, þegar ég kom til safnsins, hafði engin bókavörður verið við safnið í 2-3 ár. Fram að því hafði fámennt starfslið Þjóðminjasafnsins reynt eftir bestu getu annast aðföng og umsjón með bókasafninu.
Það verkefni var þó stöðugt flóknara eftir því sem bókakosturinn óx samfara sívaxandi starfsemi Þjóðminjasafnsins. Að öðrum ólöstuðum ber hér að nefna Halldór Jónsson, íslenskufræðing sem var safnvörður hér langt árabil. Að framsýn og skilningi hélt hann utan það allra nauðsynlegasta viðkomandi bókasafninu og hafði alltaf ferska framtíðarsýn á hlutverk bókasafna almennt. Árið 1988 á 125 ára afmælisárið Þjóðminjasafnsins réðist ég svo til starfa við bókasafnið hér og það situr uppi með ennþá. Það var risavaxið verkefni að flokka og skrá nánast allt bókasafnið sem hafði þá fengið margar og veglegar bókagjafir í tilefni afmælisins og koma því í frambærilegt ástand. Þar naut ég auðvitað ómetanlegra aðstoðar Þjóðminjavarðar Þórs Magnússonar og samstarfsfólks míns en einnig kollega minna bæði hérlendis og erlendis. Uppistaðan í bókakosti safnsins var þá sem nú fengið með ritaskiptum. Sennilega hafi einhver ritaskipti strax farið fram útgáfu Árborgar hins íslenska fornleifafélags sem hófst árið 1880 þótt ekki hafi þeir verið í miklu mæli. Það var svo í tíð Kristjáns Eldjárs, fyrrverandi þjóðminjavarðar, sem ritaskiptin komist í ákveðin farveg því Kristján með sínu góða orðspori erlendis sem hér heima var verulega ágengt í þeim efnum. Lagði Kristján áherslu á að safna einkum erlendum sérhæfðum ritum því auðveldara var þá eins og nú að nálgast íslensk rit hér heima. Ritaskipti hafa þannig átt ristan þáttinn í tilurð bókasafnsins ásamt gjafaritum sem segir sína sögu þann velvilja sem ríkir í garð bókasafnsins og Þjóðminjasafnsins almennt. Auk Árbókar fornleifafélagsins sendir bókasafnið nú út sýningarskráð og önnur útgefin rit Þjóðminjasafnsins til allra helstu skiptafélaga sinna. Reynt að halda jafnvægi skiptunum þannig að hvorugur aðili beri skarðan hlut frá borði. Hvað öðrum aðfengum safnsins líður þá hefur bókasafninu borist margar bókagjafir. Má þar helst nefna veglegar bókagjafir fyrrverandi starfsmanna, til dæmis mikilvægt bókasafn fornleifafræði úr eigu Kristjáns Eldjárs, bækur úr eigu Þóru Kristjánsdóttur listfræðings söfn, listasögu og listiðnað, bækur textílfræði og íslenska sögu úr eigu Elsu Guðjónsson, textílfræðings og einstakt safn matargerð og matarmenningu úr eigu Hallgerðar Gísladóttur þjóðháttafræðings. Sömuleiðis hafa Árni Björnsson, Margrét Hallgrímsdóttir, Inga Lára Baldvinsdóttir, Lilja Árnadóttir og Þór Magnússon og aðrir bæði fyrrverandi og núverandi starfsmenn safnsins verið ötul við að færa bókasafninu gjafir sem ber að þakka heilshugar. Stærsta bókagjöf safnsins kom þó rétt fyrir aldamótin 2000 þegar safninu barst stórt bókasafn sem var dánargjöf Þorvaldar Þorranssonar hæstaréttarlögmanns og konu hans Fríðu Knudsen sem nam tæpum 3000 bindum. Þessar bókagjafir allar hafa reynst safninu mikill fengur þar sem oftast hefur verið lítið fjármagn til ritakaupa. Óhætt að áætla að 20% safnkostsins séu þannig stýrðargjafir, það bókasafnið áskilur sér rétt til að þiggja einungis það sem nýtist því. Ef varðandi innkaup til bókasafnsins hefur bóka verið reynt að kaupin sérhæft efni eftir óskum sérfræðinganna hér og samkvæmt eigin þekkingu og hyggju. Þar hefur fræðasvið stofnunarinnar og verkefni hverju sinni jafnan setið í fyrirrúmi. Góð samvinna og samskipti við sýningagerðarfólk eru jafnframt nauðsynleg til að öðlast rétta sýn á það efni sem þarf að afla, hvort sem það í formi upplýsinga, af rafrænni formi eða í bókum og tímaritum. Sömuleiðis ekki hægt að stílja öðruvísi við þessa yfirferð aðföng bókasafnsins nema nefna þær bækur sem safnið fær gegnum myndalán úr ljósmyndasafni Íslands í Þjóðminjasafni. Hefur það jafnan verið þannig að fái fólk einhverja myndir úr myndasafninu til birtingar í bókum þess óskað að safnið fái eintak af viðkomandi bók.
Með þessum aðföngum hefur bókasafninu því vaxið verulega máttur frá því sem var í upphafi og hefur verið reynt eftir megni að safna ritum viðkomandi fræðigreinar sem styðja við starfsemi stofnunarinnar. Það núna af mörgum talið vera stærsta bókasafn landsins á sviði safnafræði, forvörslu, textilfræða, fornleifafræða og jafnvel ljósmyndunar og listiðnaðar. Það geymir ríflega 20.000 bindi bóka og eru tímaritatitlar safnsins og ritræður nú líklega 200 þessa myndir. Það á safnið mikið og gott smáprentasafn í 200 öskjum. Það má samt geta þess að það séð til þess að sérstaklega síðar á þessi grið sér reglulega úr því að bæði vegna plássleysis og svo ganga rit úr sér og þá reynt að koma þeim á þann stað þegar þau eiga betur heima og síðasta ári var gert sérstakt átak í þessum efnum. Á meðfylgjandi mynd hægt að sjá gróf hlutföll efnisflokka Þjóðminjabókasafnsins. Hér sést að bækunum fornleifafræði og sögu í víðu samhengi langstærsti flokkurinn. Það reyndar ekki skrítið þar sem alltaf verið að skoða söguna og endurmeta allt sem henni viðkemur. Ævisögur, landafræði, ferðabækur og stéttatöl skipa hér líka stóran sess innan þessa flokks, auk fornleifafræðinnar auðvitað. Textilfræði á sér líka stóran hlut innan listanna og sömuleiðis bækur silfursmíði. Safnafræðin líka vaxandi fræðigrein og þar eru forvörslubækur að sækja í sig veðrið, en þær eru flestar mjög sérhæfðar og þar leiðandi dýrar. Það virðist því sem rit bókasafnsins hafi frá upphafi kallast eðlilega á við fræðasvið Þjóðminjasafnsins eins og sjá má hér. Þess má geta að á þessari ófullkomnu mynd eru íslensku og erlendu bókunum steypt saman í eina heild en af íslensku ritunum eru þeir flokkar stærstir sem fjalla landafræði og sögu landsins og einstaka landshluta. Sömuleiðis þáttur fornsagnanna nokkuð stór, bæði ritin sjálf og umfjöllun þau. Hvað erlendu ritin áhrærir eru þau langflest á skandinavískum málum og ensku, en einnig talsvert á þýsku. Hér fornleifafræðin mjög áberandi einfaldlega vegna þess að erlend útgáfa eðlilega miklu meiri á þessu sviði. Það sérstaklega ánægjulegt að geta sýnt fólki velvalin og vönduð rit afmarkað efnissvið sem gaman að rannsaka. Þar get ég nefnt bækur mat og matarmenningu sem margir matreiðslunemar hafa nýtt sér. Bækur silfursmíð sem hefur verið sérstakt áhugasvið Þórs Magnússonar sem hefur nýlega gefið út veglegar bækur íslenska silfursmíð og síðan að bókasafnið mjög gott safn textíla og textílfræði. Mörg þessara rita eru mikilsmetnar frumheimildir og ekki til í rafrænu formi og því miklar gersemar. Þá kem ég að efni sem tilheyrir hinu gráa svæði svokallaða. Það rit sem eru óvíða til annar staðar og oft erfitt að festa hönd á og kannski gefin út í smáum stíl. Það þó þetta efni sem ber sérstaklega að rækja rakt við og skrá vegna þess að því hættast við að týnast. Það efni sem hér ræðir til dæmis alls konar smáprent, sýningarskrár, myndefni, skýrslur og greinar. Hér sjáum þið nokkrar slíkar afurðir. Það hérna fremst lykluð bók úr völdum ferðasögum. Svoleiðis að það oft sem fólk hefur komið hérna í gegnum tíðina til að vinna stór og smá verkefni. Allt þetta efni mjög mikilvægt að skrá og gera aðgengilegt, ekki síst myndefnið sem ég vil nefna sérstaklega. Mjög mikið spurt myndefni og fróðleik gripi safnsins og aðra sambærilega, söguna á bakvið þá, tengsl til ýmissa átta, til dæmis sambærilega gripi í öðrum söfnum og einnig myndefni úr gömlum ferðabókum erlendra manna sem hingað komu á 19. öldinni sérstaklega. Það hefur verið bókasafnsfólki mikill höfuðverkur gegnum tíðina að finna rétta myndefnið í slíkum bókum og því nákvæm og rétt skráning nauðsynleg og sannkallaður happafengur þegar nemendur kjósa að lykla slíkt efni eins og sést hér á þessari mynd hérna.
Rafræn gögn geta sannarlega auðvelda okkur lífið, eins og við vitum. En einnig krafist meira á okkur. Það eru upplýsingar sem sóttar eru þannig út til heimsins í hina ýmsu gagnabanka fara eftir sífellt flóknari leiðum því alltaf bætist í pottinn bæði áreiðanlegar og villandi upplýsingar hvaðina. Kröfur bestu og áreiðanlegustu upplýsingarnar og heimildirnar í síkvikum heimi upplýsingaflæðisins eru líka fyllilega réttmætar og því menntun og símenntun þeirra sem vinna á bókasöfnum nauðsyn þar sem stuðst við ákveðna aðferðafræði. Við þurfum að þekkja leyndardóma góðs upplýsingalæsis og það þarf því færan ökumann með meira próf til að fara eftir þeim torsóttu leiðum. Og út á það gengur upplýsingafræðin mikið í dag að finna öruggustu leiðirnar að öruggustu heimildunum. Mér langar líka að nefna hér helstu samstarfsaðila bókasafnsins og þjónustu. Bókasafni hefur verið aðildabókasafn að Gegni og seinna Leitum frá upphafi 1992 og sú framsýni þáverandi þjóðminjavarða Þórs Magnússonar mjög þakkarverð. Núna langstærsti hluti bókasafnsins skráður í Gegni. Bókasafnið auk þess virkur þáttakandi í Arles Norden sem félag innan Art Library Society sem hefur aðild að IFLA, alþjóðasamtökum bókasafna. Það þarf ekki að orðlengja það hversu nauðsynlegt og gefandi það samstarf hefur verið frá upphafi. Hér heima hafa bókasöfn lista- og menningarstofnana í Arles einnig haft með sér sérstaka samvinnu sem ómetanleg, sérstaklega þegar einmenningsbókasöfn að ræða. Hefur það reynst mér persónulega traust öryggisnet í hinu flókna heimi bókasafns og upplýsingafræðana. Samstarfið innan Arles byggir á gagnkvæmu trausti sem sést best á meðfylgjandi mynd. Það sem ráðstefnugestir settu fullt traust á undirritaða, eða þá sem hér stendur og talar, til að fara með þau í vélsleðaferð upp á Mýrdalsjökul. Og þetta fyrsta og eina skipti sem ég hef farið á vélsleða. Bókasafnið hefur jafnan leitast við að vera trútt þeim lögum og reglugerðum sem Þjóðminjasafnið starfaði eftir og að fylgjast vel með breyttum áherslum, til dæmis varðandi safnastarf við önnur söfn og stofnanir eins og Háskóli Íslands. Eins og öðrum bókasafnum ber því að taka púlsinn á þjóðfélaginu hverju sinni og skoða hvert stefnir. Fram að þessu hafa notendur bókasafnsins að sjálfsögðu verið fyrst og fremst starfsfólk Þjóðminjasafnsins, en einnig háskóla og sérskólanemar, íslenskir og erlendir fræðimenn og ferðamenn, listinnendur og líka þeir sem fást við list, iðn og hönnun af öllu tagi. Safnafólk frá byggðasöfnum, leiktjaldasmiðir, einkasafnarar, antíksafnarar, forverðir, grúskarar og fróðleiksfólk bara almennt. Mín helstu hjálpatæki við upplýsingaöflun handa þessu fólki birtast hér á mynd. Þið sjáið að ég tilgreini sérstaklega samstarfsfólki mitt hér á Þjóðminjasafninu sem helstu upplýsingaveituna því það auðvitað mikill viskubrunnur alls konar fróðleiks sem viðkemur safnastarfinu og því oft óþarf að sækja vatni yfir lækinn. Fjölbreytni fyrirspurna á sérfræðibókasafni sem þessu getur að sama skapi oft verið skemmtilega fjölbreytt og langar með nefna hér uppáhaldsdæmi mitt. Fyrir mörgum árum barst mér frá þýskum náttúruvísindamanni Erika nafni fyrirspurn það hvort hann gæti fengið ljósrita grein í litlu fréttablaði sem var reynda bara tvíbluðungur sem Royal Ontario Museum í Kanada gaf út í kringum 1960. Svo vildi nefnilega til að samkvæmt gagnabönkum heimsins væri litla bókasafnið á Þjóðminjasafninu eina bókasafni í heiminum sem ætti þetta rit til. Jú, viti menn, þetta góða safn í Kanada var eitt af ritaskiptafélögum
bókasafnsins og því var þetta litla fréttabréf til hér og var ég því heldur glöð. Greinin hét Penguin í Sahara. Löngu seinna satt ég heima og var að horfa á fræðsluþátt frá BBC fornleifar í Sahara og þar var á góma minjar sem studdu þá kenningu að mörgæsir hefðu fundist á þessum slóðum í fornöld. Ég sperrti náttúrulega eyrun og einblíndi á kreditlistan í lok myndarinnar. Þar kom fram fyrir nafnið Erik yfir heimildamenn og ég gæli ennþá við þá hugmynd að þetta hafi einmitt verið minn Erik sem var að spyrja mig mörgæsna hann hafi átt einhvern þátt í þessari mynd. Fyrirspurningar geta þannig verið mjög fjölbreyttar og skemmtilegar en algengast þó að fólk spyrji íslenskan útsaum, textil, þjóðbúningin, íslenska matagerð, jólasveina, útskurð, skreitilist, víkinga, fornleifauppgrifti, reiðtígi, málefni þjóðminjasafnsins, íslenska þjóðhátti, íslenska hönnun og útskurð. Langskemmtilegast þó það að geta átt örlitla hlutdeild í því dásamlega ferli að skapa bók sem byggir á langri rannsóknarvinnu. Það stórkostlegt að sjá bók fæðast og kannski sýningu líka og eftir að hafa fylgst með látrulausu vinnu höfunda og sýninguhöfunda kannski svo mánuðum skiptir. Flestar bækur sem Þjóðminjasafnið hefur gefið út í seinni tíð hafa stuðst við heimildir eða aðra þjónustu sem bókasafnið hefur veitt þó auðvitað í mismiklu mæli. Þar ber fyrst að nefna rituröðina Kirkjur Íslands sem friðaðar kirkjur á Íslandi í alls 31 bindi. Þjóðminjasafnið ásamt biskupsstofu og kirkjuprófasdæmum landsins gáfu þessar gullfallegu bækur út. Af öðrum stórum verkum sem Þjóðminjasafnið hefur gefið út og studdar rannsóknum innan þess má nefna vandaðar sýningabækur, ekki síst þær sem gefnar hafa verið út samferða ljósmyndasýningum safnsins. Flestir þekkja einnig yfirgripsmiklar bækur gripi og starfsemi Þjóðminjasafnsins eins og 100 ári Þjóðminjasafni, gersemar og þarfaþing, hlutavelta tímans og nú síðast þjóðminjar eftir Margréti Hallgrímsdóttur, núverandi þjóðminjavörð. Og svo þetta fyrr nefnd bók Þórs Magnússonar íslenska silfursmíð. Það eru líka aðrir sem hafa notið fyrirgreiðslu og aðstöðu bókasafnsins við sínar rannsóknir. Sumir minnisstæðir en aðrir eins og ástralska skáldkonan Hannah Kent sem satu löngum stundum á bókasafninu meðan hún skoðaði öxi og höggstokk Agnesar og Friðriks og las þau heimildir. Sú vinna raungerðist í doktorsritgerð sem varð síðan að skáldsögunni Náðarstund sem hún hlaut heimsfrægð fyrir. Annar eftirminnilegu gestur J. Raymond, bandarískur maður sem hefur sérstakan áhuga á þeim tækjum sem hafa verið notuð gegnum tíðina við að slétta þvott. Þegar hann hóf rannsóknir sínar hér á safninu færði hann bókasafninu afar vandaða bók straumlínulöguð straujárn og hafði lagt ómælda vinni í að viða sig heimildum þau sem síðan birtust í þessari sérdeilis vönduðu bók og maður náttúrulega spyr sig hver hefur ekki áhuga á straumlínulöguðu straujárnum. Nú var hins vegar kominn tími hjá honum til að færa sig aftar í tímann og koma þau til Íslands til að rannsaka öll þau fagurlega útskornu trafakefli sem Þjóðminjasafnið á og lesa sér til þau. Til þess naut hann einnig aðstoðar helstu útskurða sérfræðinga safnsins sem á ljósmyndara og afraksturinn birtist í einni fegurstu bók bókasafnsins Mongol Board of Northern Europe. Titillinn þá kannski svolítið villandi því rannsóknarefnin hans náði til Norðurlandana og Þýskalands og Hollands eingöngu, ekki annarra Evrópulanda. Það gefur því augaleið að þau söfn og stofnanir sem að fyrirhyggju hafa byggt upp bókasöfn samhliða starfsemi sinni hljóta jafnframt að vera betur í stakk búin til að stunda þá rannsóknarstarfsemi sem þeim ber. Það því ekki einungis safnað efni sem varðar sjálfa safngripina og tilurð þeirra, heldur oft metnaður slíkra bókasafna fólgin í söfnun bóka og handrita út frá safnafræðilegu sjónarmiði
sjónarmiði þar sem oft má líta á bækurnar sjálfar sem safngripi og bókavörðin sem safnvörð, kúrator. Í vissum tilfellum hann að vera safngripur sjálfur. Þar þannig oft hægt að sjá að bókunum sjálfum ákveðna þróun í bókagerð, prentlist og bóka- og blaðútgáfu. Í vissum tilfellum má jafnvel lesa efnahag þjóðarinnar og tískusveiflur á ýmsum sviðum eftir því hversu mikið hefur verið lagt í gerð bóka og alla framsetningu þeirra. Því þótt hægt sé í dag að afla sér upplýsing og heimilda nánast hvað sem í rafrænu formi segir það ekki alla söguna. Sýningaskrár, smáprent og annað slíkt efni verður oft út undan þegar upplýsingar og gögn eru sett í rafrænt form. Ef skynja á hlutina til fulls verður einnig að skynja þá, upplifa, lesa utanfrá og innan með sem flestum þeim skynfærum sem manninum gefin. Af þessu má sjá að bókasöfn safna eru eins konar framlegging á sjálfum söfnunum sem með safngripum sínum hjálpa fólki að njóta fegurðar þeirra og muna afrek mannsins af hans löngu vegferð. Muna hver við erum og geta, ef vel lætur, kennt okkur hvert við ættum að stefna. Markmið allra safna ætti að vera að láta gestunum finnast það svolítið undur að heimsækja söfnin. Þau að vekja undrun hans og löngun til að stiknast bak við gripina og kannski með þá sem ekki virðast eiga sér merkilega sögu. Hlutverk Þjóðminjasafnsins því nú sem fyrr afar margþætt og nauðsynlegt. Markmið þess verður ætíð að vera samstíga markmiðum Þjóðminjasafnsins, opna þekkingargluggann bæði til fortíðar og framtíðar. Í því markaðsmiðaða samfélagi sem við hrærumst í dag, heyrði ég sagt einn daginn í fréttum útvarps að munni dansks framtíðarhagfræðings að innan 15 ára yrðu ýmsir hlutir sem væru algildir í dag aflagðir. Efsta blaði voru lyklar, peningar og armbandsúr en einnig bókaverðir. Við þessar fréttir gerðist sú sem hér talar æri tóginleit strax uggandi starf sitt. Við nánari hlustun kom svo að daginn að maðurinn taldi að nútíma fólk væri svo vel að sér í bókasafnsfræðum að hver og einn ætti að geta bjarga sér með allri tiltækri nútímatekni að þeim upplýsingum sem þyrfti til. Ég vona þó að það sem hér hefur verið sagt hreki slíkar fullyrðingar, því stundum hefur bókavörðum verið líkt við góða leiðsögumenn sem leið okkur að bestu staðina eða við kærleiksríkar mæður sem vaka yfir börnum sínum, gestum bókasafnanna. Þeim ber ætíð besta þjónustan og bestu ritin, úrvala þekkingu heimsins og fjölbreyttu rannsóknarefni. Kannski ég óskaplega gamaldags, en ég vona sannarlega að það verði ekki örlög bókasafn Þjóðminjasafnsins að enda eins og þetta hátækni bókasafn í Bandaríkjunum, ég veit ekki alveg hvar, en það hefur ekki eina einustu bók innan stokks. En líkt og fyrirrennur okkar í safnaheiminum hafa gert, skulum við engu síður þora að opna gluggann og hleypa ferskum hugmyndum og hugsunum inn. Vegna þess að á safni, múseum, á öllum gestum að finna skemmtilegt. Þeim má að vera skemmt, be amused, því öll fræðsla og þekking skemmtun í eðli sínu. Takk fyrir mig. Kæra þakkir fyrir þetta, Gróa. Það augljóst að bókasafn Þjóðminjasafnsins mikil auðlind. Einhverjar spurningar úr salnum? Ef svo, já, Þór. Mér langar til að þakka þér fyrir þennan fyrirlestur og ekki síður fyrir alltaf verksum og starf sem þú er unnið við að efna bókasafn Þjóðminjasafnsins sem náttúrulega orðið alveg ótrúlega stórt og ótrúlega gott. Þegar ég kom að safninu fyrir svona nærri 60 árum, þá var bókasafnið hér í einni lítilli stofu upp í turni og var nú ekki mjög fjölskrúðugt. Það var í rauninni miklu meira af útlendum bókum heldur en íslenskum. Og þú nefndir Matthías Þórðarson og hann lagði
lagði nú reyndar svona grundvöllin að bókasafni getur maður sagt, og eitthvað væri til krakjabókum fyrir. En hann lagði einna mesta áherslu á útlentabækur. Og maður sér í hans bréfum að hann sífellt að panta bækur norræna fornfræði, myntfræði og listsögu. Hann var nú mjög sérstaklega áhugasamur listfræði. En hann lagði miklu minni áherslu á að afla íslenska bóka. Og það var náttúrulega vegna þess að þá var Folkeblaðssafnið, að Þjóðminjasafnið, síðan var, til húsa í Landsbókasafnshúsinu. Og þar hafði hann auðvitað aðgang að öllum íslensku ritum og náttúrulega mörgum útlöndum líka sem hann þurfti á að halda. Þess vegna, hann sem hafði nú alltaf mikla peninga vilja handa og það rotti nú lengi við Þjóðminjasafnið og það var ekki, sjóðirnir voru aldrei byggðir til að ganga í, að hann var að takmarka sig mest við útlendabækur og það eins og nefndir, margar af þeim eru hvergi til í landinu nema hér. Og þetta var náttúrulega mjög góður og merkilegur stofn. En þetta er, eins og ég sagði, alveg ótrúlega mikið og merkilegt safn, alhliða menningarsögulegt safn og ég vona sem flestir geti notið þess þá það sér nú þetta áttið fjarlægt okkur hér í gömlu höfuðstöðunum og maður gerir sér því miður ekki nógu oft ferð til þess að notfæra sér bókasafnið en það er önnur safn líka nærri og einn svolítið er bókum hér í húsinu líka til notaði sjálfsagt. Þetta er það sviðsafn sem að síst ná vanrækja þar að afla góðra vita og eins og segir líka að gera þau vel aðgengileg með tölvuteknin og öllu slíku og geta leitað og fundið nánast hvað sem er. Þakka þér fyrir þetta. Við tökum undir þetta, Þór. Við látum þessu þá lokið í dag og ég minni á næsta hádegisfyrirlestur sem er 23. mars og þá verður fjallað menningarsögulega gagnagrunnin SARP. Takk fyrir í dag.